Þá er komið að fjórða liða dagskrá, jöfnuna stoppistöð, breyting á deiliskipulagi, Glerár til máls tekur bæjarfulltrúi Andri Teitsson. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, þetta er liður 2 í fundargerð skipulagsráðs dagsettri 15. janúar síðastliðin. Lagt fram að 9 erindi dagsett 5. desember 2024 þar sem Lilja Filippusdóttir fyrir hönd umhverfis- og mannvirkjasviðs Akureyrarbæjar óskar eftir breytingu á deiliskipulagi Glerár frá stíflu til sjávar. Breytingin felur í sér að skilgreind er ný jöfnunarstoppistöð norðan Glerártorgs ásamt ýmsum breytingum á stígum, stofnstígum, göngum, brúm og fleira. Jónas Valdimarsson, verkefnastjóri hönnunar, Dóra Sif Sigtryggsdóttir, forstöðumaður rekstrardeildar og Ævar Guðmundsson, verkefnastjóri nýframkvæmda sátu fundin undir þessum lið. Skipulagsráð telur ekki tímabært að undirgöng undir Hörgárbraut séu tekin út af skipulagsuppdrættinum og leggur til við bæjarstjórna fyrirliggjandi tillaga með smávægilegum breytingum verði samþykkt og hún auglýst samkvæmt 1. málsgrein 41. greinar skipulagslaga númer 123/2010. Og bara rétt til að skýra fyrir áhorfendum og komandi kynslóðum sem horfa upptöku að þessum fundi að undirgöng undir Hörgárbraut hafa verið í umræðunni vegna umferðar öryggis á Hörgárbraut, þar að segja vegna ferða barna og annara fótgangandi að hjólandi úr Holtahverfi og yfir Hörgárbraut og eins og fram kemur í kynningum málsins að þá telur skipulagsráð og væntanlega bæjarstjórn ekki tímabært að hverfa frá þeim hugmyndum undirgöng. Takk. Bæjarfulltrúi Andri Teitsson lokið máli sínu, orðið er laust. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Jón Hjaltason. Forseti, bæjarfulltrúar, það er tvennt sem ég hef nuttað og nöldrað yfir í sambandi við þetta og haft mínar efasemdir, reyndar minns gamlar efasemdir. Annað er það að, og sem fleiri hafa reyndar bent á og verið svolítið tortryggnir á, þetta væri full lítið svæði sem við gerum þarna ráð fyrir undir jöfnunarstöðina. Hins vegar hafa komið fram rök fyrir því að hafa hana þarna sem ég bara kokkleipi, þannig að ég er hættur að nutta og nöldra og mun samþykja þetta. Hitt er sem ég vil vekja athygli ykkar á er að þótt að gert sér ráð fyrir þessum undirgöngum sem koma þá í hlut vegagerðar að gera, þá höfum við fenginni reynslu, þá tortryggjum við vegagerðina og höldum því að þessi göng muni seint koma undir götuna. Því er gripið til þess ráð sem ég vil vekja athygli ykkar á og hafa komið nokkrar efasemdir að sé rétt. Það er að gera sem sagt gönguleiðina undir brúna. Þá kemur gönguleið undir brúna beggja vegna og menn hafa svona verið að velta fyrir sér hvort að það væri rétt og ég hef í raun fallist á þau rök að sú leið yrði ekki fjölfarin af börnum. Þetta yrði aðalega fólk sem væri þarna í svona gönguhugleiðingu væri svona ganga af sér fitu og leiðindi sem færi þarna fram og tilbaka, þannig að það væri svo sem verjandi að hafa þessi göng og þennan möguleika að komast þarna undir, þannig að ég er búin að kokkleipa þá þær efasemdir að þetta væri rétt og þess vegna mun ég samþykkja þetta hvort tveggja, líka þessa leið undir brúna sem ég vildi þó vekja athygli ykkar á að hún mun ekki vekja ánægju hjá foreldrum. En börn munu vonandi ekki nota hana mikið. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Jón Hjaltason lokið máli sínu, næst tekur til máls bæjarfulltrúi Sunna Hlín Jóhannesdóttir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Fyrir liggur hér deiliskipulagsbreyting í mörgum liðum en vinna við það hefur tekið nokkuð tíma og hafa verið vissulega skiptar skoðanir á staðsetningu á jöfnunarstoppistöð Strætó og efasemdir að bæði plássi sé nægt þarna og hvað áhrif þessi stöð mun hafa á umferðarþungt svæði sem þetta er.
Hef einnig tölvara ágjörð því að við mat á svæðinu var gert ráð fyrir 9 hringtorgi á mörkum Borgarbrautar og Hörgabrautar en við vitum alls ekki hvenær sú framkvæmd mun loks verða að veruleika. Þessi framkvæmd hefur undir nokkuð upp á sig og nú talað bæði jöfnun og stoppistöð fyrir strætó og landsbyggðarstrætó og sleppisvæðis austan við fyrirhugaða göngu- og hjólabrú. En það má einnig nefna að við umferðaröryggismat göngubrúnar var ekki tekið tillit til væntanlegrar jöfnunar stoppistöðvar og því finnst mér varhugavert að taka mark á því umferðaröryggismati. Við þessa framkvæmd þarf að færa grjótgarð og öllum líkindum fara í einhverja landfyllingu. Það hlutverk skipulagsráðs að rýna í skipulagið en ég lít svo á að við sem bæjarfulltrúar eigum einnig að velta fyrir okkur kostnaði áður en við samþykkjum að skipulag fari auglýsingu á framkvæmd sem við ætlum að leggjast í. Hér fylgir ekkert kostnaðamat og virtust tölur vera á reiki þegar spurt var kostnað við framkvæmdina, sérstaklega eftir að hún hefur undir svona mikið upp á sig. Ég spyr því meirihlutann sem ber ábyrgð á þessum málaflokki, bæði hjá umsá og skipulagsráði, hvað tellið þið að þessi framkvæmd muni kosta og var sá kostnaður borin saman við aðrar staðsetningar? Fór einhver umræða fram hjá meirihlutanum það hvernig þau sjá strætókerfið þróast á næstu árum og hvaða möguleikar á staðsetningu væri í boði miðað við það? Var búið að velta við öllum steinum áður en ákvörðun var tekin að hleypa þessu máli áfram því mér sýnist að hér sé alls ekki verið að tjalda til einnar nætur. Eins langar mig að nefna einnig áhyggjur mínar og taka undir áhyggjur bæjarfulltrúa Jóns og hann ætli að samþykkja þetta og það þessi 9 göngustígar undir Hörgabrúna og við munum bara fyrir nokkrum árum að var þetta stór mál. Þetta umferðaröryggismál þarna og mér sýndist á gamalli frétt frá 2020 að það hafi verið ákveðið að fara ekki í undirgöng en vinna við að tryggja bætt umferðaröryggi á þessu stað og farið í gönguljós og lýsingar og þarna hraðamyndavél og fleira. En eins og þetta var kynnt fyrir okkur inn í skipulagsráði þá mun sú göngubrot hverfa og börn þurfa þá annarkvort að fara upp að göngubrautinu sem upp við veganesti eða þá fara undir göngustín, undir brúna en skipulagsráð sem betur fer vildi halda inni þeim valmöguleika að hafa undirgöngin en þá finnst mér að það ætti að auglýsa bara mjög vel að þessi valkosti séu báðir í boði og að íbúar fá eitthvað þetta að segja af því ég myndi bara alls ekki hleypa barninu mínu þarna undir og svo talað einnig að það eigi að vakta þetta svæði og loka þegar það mikið í ánni, ég velti fyrir mér hver ætlar að sinna því í hlutverki og talað að það sé búin að vera mælingar á ánni í einn vetur en ég tel að það þurfi það að mæla hana mun lengur að því að vetur á Akureyri eru síbreytilegir. Þannig ég ætla að leggja fram bókun fyrir hönd okkar bæjarfulltrúa Gunnars Más. Við teljum okkur ekki geta samþykkt deiliskipulagsbreytingar sem gerir ráð fyrir jöfnun og stoppistöð strætis vegna Akureyrar á bakka Gleraunar á þessu tímapunkti. Það sem upp á vantar að okkar mati svo hægt sé að taka upplýsta ákvörðun meðal annars að framfæri umferðaröryggismat, að unnin sé kostnaðaráætlun fyrir uppbygging á þessum stað og að öruggt sé að jöfnun og stoppistöð og allt sem henni fylgir rúmist með góðum móti á þessu svæði án kostnaðarsamra aðgerða. Þá eru fleiri staðsetningar sem komið til greina miðsvæðis í bænum og því við vilja frekari umræði og samanburð á ólíkum kostum. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Sunna Hlín Jóhannesdóttir lokið máli sínu, næst tekur til máls bæjarfulltrúi Hilda Jana Gísladóttir. Forseti, ágæti bæjarfulltrúar, einhvern tíðan var ég nú að lesa strætó á tímarit.is, ég held að það nú verið bara frá 1970 eitthvað. Og þá var verið að spyrja þeirra mikilvægu spurninga, hvar ætti að vera miðbæjarstöð,
hvernig ætti leiðarkerfið að vera til þess að þjóna því sem best notkun sveitafélagsins og svo framvegis, og ég gat nú ekki annað en tíst pínu við að mér leiði eins og við værum svolítið ennþá að tala nákvæmlega sömu hlutina, en það er nú kannski það eins og það gerist í pólitíkinni mjög oft. Þetta er einhvern veginn svo, þetta er pínu svona áhugavert mál að þetta er auðvitað búið að, eins og ég segi, fyrsta lagi náttúrulega mjög lengi til umræðu og ekki síst eftir ákvarðanatöku mikla uppbyggingu í miðbænum sem að hluta til er náttúrulega hafin og verður spennandi að fylgjast með framtíðin þar. Síðan var auðvitað gert ráð fyrir sem sagt í rauninni þessari stoppistöð eða einhvers konar það sem á sínum tíma var kallað samgöngumiðstöð sem var líka skipta skoðanir en þetta er kannski orðið eitthvað svona semi-samgöngumiðstöð þó að það sé kallað jöfnunarstoppistöð en gott og vel, það skiptir nú ekki öllum máli þó að fólk hafi nú kannski ýmsar skoðanir á orðinu sjálfu en ég er einhvern veginn ástæðan fyrir því náttúrulega það svæði var svolítið slegið út af borðinu var vegna þess að það var planið að stækka ráðhúsið sem að er ekki að fara að gerast allavega næstu 10 árin og ég hefði, þetta er nú ekki svo sem mikil yfirbygging eins og er í miðbænum, mér skipta alveg ofboðslega miklu máli að miðbæjarstöðin fari, mér skipta líka alveg ofsalega miklu máli að landsbyggðarstrætó sé þarna inni, það var í einhverju stefnu stjórnvalda að minnstakosti að ríkisvaldið vildi leitast eftir samstarfi við sveitafélög sem væri með strætó meðal annars uppbyggingu samgöngu miðstöða, ég batt alltaf svolítið vonu við að það myndi kannski geta átt við hér en þegar að fólk, þannig að þetta er búið að fara og ég auðvitað lesið skýrslur þetta og það var starfshópur á síðasta kjörtímabili sem fór í alls konar hringi og skoðaði nokkra valmöguleika og endaði norðan við ráðhúsið þá en eins og ég segi þá var það svolítið vegna framtíðar stækkunar ráðhúsin sem að hún var talin óheppileg. Ég er svolítið ennþá þar svona ef ég mætti velja og réði öllu einu í heiminum að þá myndi ég bara telja það vera bara farsælasta kostin. Ég er ekkit eitthvað 100% að þetta verði eitthvað dauð og djöfull á þessum stað, getur bara vel verið þetta eftir að funkar ágætlega. Ég hefði samt talið að hinn væri betri af því að ég hef, það er svona bara praktísku málefni, ég treysti reyndar að umhverfis- og mannvirkjasviðið hefur fullt af fagfólki sem að getur tryggt umferðar öryggi og það er mikið búið að ræða það og en það að líka tryggja mikið umferðar öryggi getur haft áhrif á umferðarflæði og þetta er svona staður sem reyndar hefur sem betur fyrir verið að vinna dálítið vel að því að reyna að tryggja betra flæði þarna þetta orðið einhvern veginn búið að vera svona nettpirrandi flöskuháls en þannig að já, ég hefði valið þessa leið frekar að fara norðan við ráðhúsið án þess að ég sé að halda því endilega fram að þetta verði bara eitthvað skelfilegt frá að til alls ekki, ég hefði samt valið hinn valmöguleikan og góðu fréttirnar að því sem ég segi, ég er rosalega ánægð með að við fáum allavega að taka þetta sem er búið að vera einhvern veginn að þvælast fyrir okkur í miðbænum þar sem er líka talandi umferðaröryggi, það þarf að laga einfallega. Þar bæði gönguleiðir milli miðbæjar og Hofs og þetta er eitthvað ægilega sjoppulegt allt saman og þetta er virkilega svona vandað það sem ég hef séð af teikningum og svo finnst mér alveg sérstaklega ánægjulegt, kannski sérstaklega sem miðaldra hlaupari að þarna er gert ráð fyrir almenningssalernum og en ég held í alvöru að það geti skipt máli að hafa, salerni, víðar þar sem og ef að það verður eins og ég skildi það, það er bara greitt fyrir þá notkun, að þá held ég að það sé alveg tilvalið að hafa þau í boði bæði fyrir fólk sem að ferðast með strætó og ekki síður en bara gangandi, hjólandi, laupandi fólks. Það er voðalega leðilegt ef það er engi valmöguleikar önnur en áinn. Nei, ég segi svona. Þannig að ég ætla að leggja fram ég ætla að sitja hjá, þá einmitt í því ljósið, það eru margir kostir líka, þó ég hefði talið annan kost betri og bóka eftirfarandið. Ég hefði talið heppilegri kost að umrætt jöfnunarstoppistöð hefði verið staðsett norðan ráðhús líkt og gert er ráðferir í gildandi skipulagi, ekki síst í ljósi umferðarflæðis og öryggis sem og vegna framtíðarstækkunar möguleika. Hins vegar er mikilvægt að loks sjáu fyrir endan á því að flytja miðbæjarstoppistöð frá núverandi staðsetningu þannig hægt verði að leggja áherslu á uppbyggingu í miðbænum. Þá er ákaflega ánægjulegt að við umrædda jöfnunarstoppistöð verði að einni aðstæða fyrir landsbyggðarstrætó og að hann hverfi frá núverandi staðsetningu sem hefur verið óheppileg. Þá er einni ánægjulegt að þarna sé gert ráð fyrir almenningssalernum.
Það er bæjarfulltrúi Hilda Jana Gísladóttir lokið máli sínu. Orðið laust. Það var að fórsta. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Andri Teitsson. Já, forseti ágætu bæjarfulltrúar, þakka fyrir ljómandi góða umræðu þetta mál. Það orðið meir en 1 ár síðan að ég hætti umhverfis- og mannvirkjaráð og ég hef ekki séð nýjar kostnaðartölur, þannig að ég get því miður ekki sagt neitt það, sem sagt kostnað við að koma fyrir jöfnunarstöðu strætó og því sem rætt í því sambandi, en aðeins bara varðandi aðdragandan að því að sú stefna var mörkuð að fara með stöðina þangað að þá það í mínum huga góður staður og sérstaklega sem hefur ekki verið nefnt hérna en þá að sko þessar stofngötur okkar hérna í miðbænum liggja það eiginlega bara í 2 áttir, suður og norður, en það eru ákaflega lélegar tengingar upp á brekkuna sem að svona galli við akkurat miðbæjarsvæðið í svona, við verum að horfa á umferð stórra bíla á strætisvagna til dæmis, en hins vegar Glerártorg, þar erum við á mörkum Glerárgötu, Borgarbrautar, Hörgárbrautar og Tryggvabrautar, þannig að sem maður horfir ofan úr geimnum á Akureyri þá blasir það við manni að þetta góður staður, en spurningin síðan hvort að fermetrarnir eru nógu margir og það allt, og þar erum við að marka þessa stefnu í trausti þess sem að sérfræðingar okkar segja okkur, og ég hef ekkert betra í höndunum með það, ég trúi þeim og treysti. Þannig að í mínum huga erum að gera rétt með þessari stefnumótun að fara með jöfnunarstöðuna á þennan stað. Ég held að hún hefði alveg geta líka verið norðan við Ráðhúsið, en þar erum við við erum með önnur plön og þurfum kannski ekki að taka svona mikið pláss frá skipulagsvinnunni á því svæði undir strætó og það sem að því tengist, og svo umferðin þá frá þeim stað líka lakari kostur að mínu mati. En aðeins líka varðandi undirgöngin sem voru nefnd og ég tek alveg undir það að það þarf að hafa varan á varðandi undirgöng undir brúna á Hörgárbraut, sem sagt meðfram Glerá, og mögulega þarf aðeins að greina á milli hvort við erum þar að tala um samgöngustíga eða útivistarstíg, því að við erum með útivistarstíga víða bæinn sem eru alls ekkert öruggir allt árið og eru ekki hálkuvarðir og alls konar. Til dæmis erum við með leið undir Borgarbraut meðfram Glerá, aðeins vestan við háskólan eða heimkeysluna að háskólanum. Þar einhvern veginn bara trítlar maður á klettunum og með gljúfrið á aðra hönd, og þetta fallegur og vinsæll útivistarstígur en mögulega ekki heppilegt leiksvæði fyrir börn og engin börn eiga þar leið í skólan eða neitt þess háttar. Sömuleiðis erum við með stíg upp frá gömlu Bandagerðisbrúnni og upp að gömlu Glerárvirkjun sem bara mjög viðsjárverður, og hann í næsta nágrenni við Glerárskóla, og leika börn sér þar, þannig að það eru víða hættur, en þetta skiptir máli að börn læri á sitt nærumhverfi og geti sjálf aðeins metið hætturnar. Ég og Auður konan mín búum í Efra Gerðahverfinu nálægt Glerá, og við vorum með möntru fyrir börnin okkar, ekki leik ykkur við Glerá og ekki fara að Glerá, og við æfðum leikrit, hvað ef hinn börnin segja komum niður að Glerá, hvað er þið þá að segja, og nei, við megum ekki, og eru þið hrædd, og nei, það bara hættulegt, og sko, þetta gerist ekki af sjálfu sér, og sama verður vonandi með þessi undirgöng að börnin læra á það, þau sem að búa þarna nálægt. Þannig að vonandi verða þau framfara skref en leysa ekki öll heimsins vandamál varðandi umferðaröryggi, vissulega. Takk. Það var bæjarfulltrúi Andri Teitsson, lokið máli sínu, orðið laust. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Sunna Hlín Jóhannesdóttir.
Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, fínar umræður hérna þessi undirgöngu og ég held sér bara mjög mikilvægt að við ræðum þetta eins. Við ræddum þetta helling inn í skipulagsráði og öll bara með einhver svona tilfinningu hvort við varum til í að hleypa börnunum okkar þarna undir eða ekki. Það sem að kom fram að á einhverjum tímapunkti að þá mun sem sagt vatn ganga yfir hérna göngustíginn. Og maður velti líka fyrir sér að hérna, það myndist líka ísing hérna undir en ég líti á þetta sem samgöngustíg ef að göngubrautina á að fara þarna fyrir ofan klárlega því þarna það muni börn bæði nýta þetta til að leika við börn hinum við Hörgábrautina eða fara á Glerártorg. Þannig ef við erum öll sammála að þetta sé ekki gáfulegt þá hefur nú bara kannski farið best á því að taka þetta út. En varðandi kostnaðinn, þá finnst mér bara ekki alveg allt í lagi að við ætlum bara að samþykkja skipulag á hverju orðið risa framkvæmdu, við vitum ekkert hvað kostar. Takk fyrir. Það var bæjarfulltrúi Sunna Hlín Jóhannsdóttir loki málsins orðalaust. Sem fleiri hafa ekki hvað sér hljóst þess að geta samþykkt þetta ekki merki. 8, móti, engin, 3 sitja hjá.